Ég heiti Ása Steinars og ljósmyndari sem hef sérhæft mig í ferðaljósmyndun og landslagsljósmyndun og sérstaklega þegar kemur að því að mynda fallega landið okkar. Bioeffect íslenskt húðvörumerki og merkið notar að sjálfsögðu einnig íslenska náttúru. Þannig þegar Bioeffect hafði samband og stakk upp á því að vinna saman í þessu verkefni, þá var ég að sjálfsögðu mjög spennt og fannst að passa mjög vel saman. Íslenska náttúran auðvitað bara það sem veitir mér innblástur og við erum svo heppin að eiga þessa náttúru og hvað hún fjölbreytt. Það skiptir ekki máli hversu oft ég ferðast landið, það alltaf ný upplifun og ég finn alltaf eitthvað nýtt til þess að ljósmynda. Jafnvel þó að ég heimsæki sama staðinn aftur og aftur, að þá það aldrei sama upplifunin af því staðirnir eru alltaf að breytast eftir því hvenær tíma árs maður heimsækir eða hvernig birtan breytist. Þannig að ég rauninni fæ aldrei nóg að því að vera úti í náttúrunni og ég finn það jafnvel oft þegar ég búin að vera of lengi í Reykjavík í bænum að þá bara virkilega þarf ég að keyra út úr bænum, fara út og ljósmynda af því það virkilega bara það sem ég brenn fyrir. Fyrir þetta verkefni þá valdi ég að ljósmynda 3 staði og hver staður svolítið stendur fyrir náttúruna á Íslandi. Ég valdi eldfjallasvæði, jöklan okkar og síðan jarðhitasvæði sem svona hinn heilaga þrenna á Íslandi. Allar myndirnar eru myndar úr lofti eða með dróna af því oft þegar maður að mynda bara frá örlíti hærra sjónarhorni að þá verða myndirnar mjög áhugaverðar og maður sér jafnvel sjónarhorn sem maður sér ekki þegar maður stendur á jörðu niðri. Fyrsta myndin á gjafasettinu Jökulárnar en þessi á kemur úr Mýrdalsjökli og hún flæðir alla leið frá jöklinum og niður að hafinu og þessi mynd tekin þar sem áin mætir sjónum sem býr til mjög áhugaverðan ramma og það alltaf gaman að mynda jökulárnar af því þær eru eins og málverk þegar þú sér þær ofan frá og það svo áhugavert af því þegar þú stendur á þessum stöðum að þá lítur þetta kannski ekkert áhugavert út en leið og ég sendi drónan upp í loftið og maður horfir á þetta ofan frá þá þetta svo magnað og það alltaf gaman að mynda árnar þeir alltaf að breytast. Það fer eftir því hvenær tíma árs þú ert að mynda þær, hversu mikil bráðnun frá jöklunum. Þannig að þær alltaf að breytast og það alltaf mjög spennandi að ljósmynda þær. Næsta ljósmynd, ég kalla hana Augað, en þetta mynd af náttúrulaug, samt ekki náttúrulaug sem hægt að baða í, en hún upp á Hveravöllum, djúpt inn í hálendinu og það alltaf gaman að fara á þetta svæði og ljósmynda. Sérstaklega af því það eiginlega bara nokkrir mánuðir á ári sem að maður getur heimsótt þetta svæði, þar sem þetta ekki allt bara á kafi í snjó. Litirnir geta verið alveg magnaðir, alveg frá því að vera mjög rauðir og til dæmis eins og í þessari laug þá vatnið rosalega tært og það endurspeglar birtunni og býr til þennan rosalega bláa lit og það passaði fullkomlega að setja þessa mynd á augnserum kassan af því þetta augað. Og hér á þessu gjafasetti sjáum við mynd af Lakagígum. Þetta einn af uppáhaldsstöðunum mínum á Íslandi að ljósmynda. Þetta svo falinn staður en samt svo magnaður enda þetta eitt eldgos sem hefur gerst á Íslandi. Og alltaf þegar ég á þessum stað þá ímynda ég mér þegar þessi eldsumbrot voru að gerast og það var hraun út allt og þetta svæði hefur verið mjög dramatískt á tímabili. En núna þetta svæði alveg ótrúlega gróið og fullt af mosa. Ég segi alltaf að Lakagígar eitt grænasta svæði á Íslandi og það sem svo skemmtilegt líka kontrastinn á milli svörtu sandana, hraunsins og síðan græna mosans sem býr til mjög mikið af skemmtilegum römmum en þetta klárlega ein af uppáhaldsmyndunum mínum frá þessu svæði. Það voru mjög skemmtilegt að sjá útkomuna, sérstaklega þar sem ég ásamt Bioeffect búin að vera að vinna á þessu núna síðasta 1,5 árið. Þannig að halda á gjafaöskunum og sjá allar 3 ljósmyndirnar ótrúlega skemmtilegt og ég mjög ánægð með útkomuna.